Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á vikudegi. Það kominn svona vetur, þetta snemmvetrar, myndi maður líklega segja. Það byrja að dimma furðulega snemma og birta furðulega seint. En það nú kyrrt og fallegt veður hérna í Reykjavík allavega og vonandi sem víðast. Í kvöld ætlum við að ræða landbúnað. Við gerðum það hérna fyrir 10 dögum að þá komu hingað góðir gestir og við ræddum landbúnað og fyrst og fremst kannski vorum við að horfa fram á því að skoða hvernig landbúnaður gæti orðið. Við vorum ekki að dvelja of mikið í deilum liðina tíma kringum landbúnaðarmál. Heldur velta fyrir okkur hvert landbúnaður geti þróast og tilefnið að sömu leyti svona margt sem að virðast vera breyttar forsendur. Það ýmislegt í tengslu við COVID og COVID-kreppuna sem að ýtir undir svona hugmyndir manna að skapa störf hér heima og hafa að hvert svæði sé svona sjálfstæðara birgðahald. Það líka hugmyndir, það svona nokkuð ljóst að eitthvað að stóru álverunum mun loka og þá hafa komið upp hugmyndir að stórauka ylrækt hérna innanlands. Það svona, þetta tengist þessum tímum við sögurum að lifa, en við leyfum okkur líka hérna að fjalla mál sem eru meiri eilíðamál heldur en kreppan og korona, eins og við fjallað stjórnarskrána og Evrópusambandið og alls konar hluti. En til þess að halda áfram samtalinu landbúnaðinn eru hingað komin 2 bændur, Guðný Harðardóttir og Guðrún Sigríður Tryggvadóttir. Hér líka Hafliði Halldórsson, hann matreiðslumaður en starfar líka fyrir sauðfjárbændur. Og Sveinn Margeirsson, sveitarstjóri í Skútustaðahrepp og fyrirverandi forstjóri Mati sem var hérna með okkur í síðast, hann ætlar að vera hérna áfram og setja svona samfellu í samtölu okkar. En að því að það nú matreiðslumaður hérna við borðið og þá langar mig til að kannski byrja á því að spyrja Hafliða fyrst svona varðandi matreiðslumenn sem eru hinnir kröfuhörðustu neytendur sem að fyrir að hugsa sér og kannski þeir sem að fylgjast best með innlendu framleiðslu. Hvernig íslensku landbúnaður hefur þjónustað markaðinn og matreiðslumenn gerir það vel, ekki að breytingu, það að gera það betur, landbúnaðurinn á tánum? Já, það nú með landbúnaðinn eins og flest annað sem við fáumst við mannfólkið að það alltaf hægt að gera betur. Og ég held að neytendur í dag og ekki síður einmitt þessi kröfuhörðu matreiðslumenn og veitingamenn sem að bara, ég veit að það klisja en að tala efsta klassan í veitingabransanum, hann mjög mikilvægur því hann dregur svona aðeins áfram gæðameðvitundina og vöruþróun og nýsköpun að við erum með frábæra landbúnaðarafurðir. Þær eru ræktaðar í hreinu og heilnæmu umhverfi og við höfum nægt landrými, hreint loft, hreint vatn, mun færri dýrasjúkdóma heldur en að eru í nágrannalöndunum sem gríðarlega mikilvægt. En þegar kemur að því að kannski afgreiða vöruna, þá hún oft á tíðum bara sett öll í sama pottinn, Þannig að það á við okkur bæði þegar við erum út í stórmarkaði að versla bara fyrir heimilið og fyrir veitingastæðina. Menn vilja fá rekjanleika og það eru til neytendur bara bæði heima og á veitingahúsunum sem eru tilbúnir líka til að greiða aukalega fyrir rekjanleikan. Og þetta ekkert nýtt ákall, þetta gamalt ákall og búið að vera í umræðunni lengi og ég held að landbúnaðurinn og þá þær afurðastöðvar sem að sinna landbúnaði þurfi bara að fara að taka þetta til sín og vinna úr þessu. En samhliða því þarf að opna á frjálsari viðskipti bænda beint við sína neytendur. Og það sömuleiðis vissulega kom hreyfing á þau mál en það þarf að lenda því farsællega og svo þetta bara alltaf hlutir sem þurfa að vera í sífelldri þróun og dreifileiðir eru sífellt að breytast. Fólk farið að panta mikið á netinu og COVID-kreppan hefur flýtt því ferli hér heima eins og víða annars staðar.
Svo kallar rekohópar á Facebook eru orðnir vel nýttir þar sem að bændur og smáframleiðendur selja fyrirfram í gegnum hópana og svo eru bara afhendingadagar, þannig að þar engin rýrnun, það búið að greiða allt fyrirfram eftir löglegu leiðum og afhendingadegi þá fá neytendur sínar vörur og bóndinn eða smáframleiðandinn hann situr ekkert eftir með eitthvað 10-20% óselt. Þannig að líka þetta að sjálfbærnin og allt þetta, kolefnisspor og allt þetta. Við þurfum að passa það sem að sannarlega ræktað og framleitt að þessi neytt, því að það allt of mikið af mat í heiminum hent sem að er nokkuð sem að sívaxandi hópur neytenda bara sættir sig við lengur, enda það algjört rugl. Og ég spyrjaði það, hvaða hagsmunir standa gegn því að það verði svona rekjanleiki? Þannig að ég geti séð hvar lærið sem ég var að kaupa, hvar það var ræktað. Ég held að sé í rauninni engir hagsmunir, ekki í rauninni, ég held að það sé bara tregða bara því að það hefur ekki verið gert og það svolítið kannski svarið. Við höfum aldrei gert þetta og það nóg að fólk veit að þetta kemur frá afurðastöð A eða afurðastöð B og þá veit fólk hvað það kemur en það dugir ekkert og það dugir alls ekki ef þú ætlar að auka virði afurðanna. Þá þarftu að þurfa, vegna þess að neytendur þeir vilja líka vita það fullt af fólki sem þekkir til dæmis Guðný og Guðrúnu bara svo það sé sagt og ég alveg viss að það fólk sem þekkir þær og treystir þeim það alveg tilbúið að borga meira fyrir þeirra afurðir heldur en einhver annar og þannig að nú við flesta þannig að þetta svona eitthvað sem að þarf að fara að skoða að taka bara virkilega föstum tökum. Guðný, þú ert sauðfjárbóndi og þú vinnur úr afurðunum, þú ert með framleiðslu á bílinu, bílisframleiðslu eða ekki, eða allavega utanum sínar vörur. Já, það er rétt. Værirðu til aðeins að segja okkur af því fyrir þá sem ekki þekkja, hvað er það sem er, hvernig þitt bú er og þín framleiðsla? Já, ég er sem sagt með sauðfjárbú og stofnaði Breiðdalsbita til þess að fullvinna mínar vörur, bara úr mínu kjöti og fá þar að leiðandi, fækka milliliðunum og við erum nú með aðstöðu á Breiðdalsvík, þannig ég geti verið með starfsmann. Þetta eiginlega snýst svolítið það, maður geti fengið eitthvað sér til hjálpar þegar að það er nóg að gera í sauðburði og smalamennskur og við höfum farið í það að þróa líka vörur bara úr nærumhverfinu. Við erum svo heppin og erum með brugghús á Breiðdalsvík. Þannig að við erum talandi sjálfbærnina, þá erum við að nýta bjórhratið líka í vörur ásamt bjór sem að hefði annars bara verið hellt niður. Það erum við til dæmis verið að nota í grillpylsur. Þannig að bara full nýta það sem að verður til á svæðinu. Það er það sem að við erum að horfa til. En hvað býrðu til? Þessu grillpylsur, má ég spyrja meira hvað þú býrð til? Já, má ég spyrja meira sem þú býrð til? Þetta eru grillpylsur? Já, núna er reykofinn fullur af hangilærum. Og áður en þau voru hengt upp, þá voru það bjúgu og það er bara svolítið þetta hefðbundna, en svo erum við líka byrjaði þetta svolítið mikið á því að við vorum að gera kæfur og þá var hugsunin svo að fullvinna úr ærkjötinu sem að er vita verðlaust ef við setjum það í gegnum kjötvinnslunar og auka arðsemina heima á búinu með því og kæfurnar urðu fyrstu vörurnar sem eru nú svolítið að detta upp fyrir núna með aukinni vöru þróun þá og svo fórum við í það að þróa ærberjasnakk sem er þurrkað ærkjöt sem hefur verið marinerað í bláberjum, salt og pipar sem að eru engin rótvarnarefni eða nokkuð skapaðar hlutur. Þannig að það til ég mig vera nokkuð svona sjálfbæra fyrir utan piparinn en ég er nú farin að finna svona íslenskan staðgengil fyrir piparinn þannig að maður er alltaf að horfa til
heimahagana í allri vöruþróun. Hafliði nefndi sölu á netinu, hvernig selur þú þínar vörur? Já, það nú það að vera búsett á svona jaðarbyggð sem að reynist okkur svolítið erfitt. Flutningsaðilarnir eru svolítið, já, þeir bara taka sinn toll, það bara þannig. Þannig að beinsala þegar ég á ferðir, til dæmis til Reykjavíkur eða þegar ég fer upp í Egilsstaði, það sem að hefur komið okkur áfram. Sumarið hér á Breiðdalsvík var bara ótrúlega gott. Íslendingurinn var að uppgötva Austurland. Það voru bara margir sem komið hingað austur. Þannig að það fór bara helling í gegnum kaupfélagið. Ég var það heppin. Þannig að þú getur þetta þótt þú sért svona í jaðrinum. Þá getur þú komið vörunum þínum á markað á þess að milliliðirnir eða þeir sem að flytja á markaðin taki allan arðinn af þínu erfiði. Já, maður finnur bara leiðir. Maður finnur bara leiðir til þess að koma vörunni á sem hagkvæmastan hátt til neytandans. En sauðfjárbúskapur, það nú þegar að vera að tala hana þá bara ræsir fólk og leikur sér að því að reikna að svona meðalstóru búi sem möguleiki að einn maður geti kannski fengið 50% laun út úr þessu. Það getur engin stað í sauðfjárbúskap nema að kallinn keyri vörubíl og konan sé að kenna í grunnskólanum og eitthvað svona. Er hægt að lifa af sauðfjárbúskap? Einfalda svarið nei. Hvernig ferð þú að því? Þjóðskunni. Ég ætla ekki að neita því að vinnuálagið er gífurlegt. Ég á dugleg börn og nú ætla ég bara að endurtaka orð sem að voru svolítið mikið í fjölmiðlum daginn. Þetta er lífstíll. Og ég er svo skrítin að þessi lífstíll gefur mér alveg helling. Ég þarf ekki að fara í líkamsræktina, ég þarf ekki að eyða fjármunum þar af því ég hvort þið í líkamsræktinni í vinnunni. Ég þarf ekki að sækja jóga eða hugleiðslu neitt, það fæ ég í fjárhúsunum. Mér finnst þetta að vera bestu aðstæða sem ég get gefið börnunum mín til að alast uppi og læra að vinna. Bara sem dæmis ég tekið, sko, ég bara ég hef svo marga staðgengla í mínu starfi, í mínum lífstíl sem að koma á móts við það sem annars ég væri að kaupa annar staðar, að fá annar staðar frá. Ertu úr bænum eða ertu alveg upp í sveit? Ég alveg upp í sveit. Ég með ég held að ég sé með sauðfjárbændur eins langt aftur og hægt að rekja mig í báðar ættir. Þannig að þetta mér bara svolítið í blóð borið. Þá förum við til kúabóndans. Velkomin. Hvað Ég er ekki með kýr. Þetta er ekki með kýr? Nei, þú ekki bara kjöt eða? Þetta með naut? Ég er með kindur. Þetta með kindur, fyrir ekki. Ég er með vitlaust skrifa frá mig. Má ég biðja þig að lýsa þínu búi? Við erum með 360 kindur sem er svona grunnurinn að starfseminni á búinu, en svo höfum við líka verið að taka á móti háskólahópum og rekum ferðaþjónustu og erum svona í ýmsu. Og sauðfé stendur undir hvað? Svona helmingnum af innkomunni eða minna í fall? Það stendur undir gleðinni bara. Þannig þetta er lífstíll. Sauðfjárbúskapur í dag er náttúrulega eins og fram hefur komið ekki fjárhagslega mjög sjálfbær atvinnugrein. En einhvern veginn kannski maður alltaf að vona að við náum leiðrétting á þetta og menn fari svona aðeins að hugsa þetta öðruvísi. Vegna þess að það er ekkert svo rosalega langt síðan, nokkrir áratugir, að þá var miklu meira af tekjunum okkar sem fóru í matarkaup. En í dag er það þannig að við erum að eyða minnum 15% með drykkjum. Það var 40%. Þannig í dag finnst okkur sjálfsagt mannskepnunni að matur kosti ekki neitt.
En það sjálfsagt? Eðlilegt að matur kosti? Og einfalda svarið við því held ég bara nei, ekki ef þú ætlar að fá góðan mat, þá kostar hann og hann þarf að kosta. Þannig ég held að sé svolítið þetta sem við þurfum að komast út úr og koma matvæluframleiðslunni svolítið á annan stað hvað þetta verða, sko. Og telurðu líklegt að það gerist eða að það verði kannski bara hluti af fólkinu sem á efni á því að borga meiri mat? Það er náttúrulega það sem þetta lýsa, ef maður myndi, þegar þú nefnir svona meðaltal, ef við myndum horfa á þetta svona eftir ólíkum stéttum, þá það kannski hinni betur settur sem að geta keypt góða matinn en hinn sko fátakari sitt uppi með vondamatinn sem ódýr, þar sem hefur verið svona samkeppni framleiðenda niður á botninn að hafa matinn sem allra ódýrastan og framleiddan í svona stærstu einingunum og mikið á honum flutt inn og búið að svissa út efnunum í honum, setja mægismjöl og mægisíróp og fleira í staðinn fyrir sykur og hveiti og svona, þess að gera ódýrari. Sér þetta fyrir þessum að verða eitthvað allsherjar vakning með þáttöku ríkisvaldsins að sem svona hollustu átak að greiða niður betri matinn, eða kannski möguleikin ykkar að vinna inn á þann hluta markaðinn sem á efni á því að kaupa sér betri mat og býr við betri heilsu þeim sökum? Sko, frá mínu sjónarhorni þá viljum við náttúrulega allir búi við sem bestan mat og sem best tækifæri og sem jafnust líf. Og það kannski það sem svolítið kjarninn í þessu að heimurinn okkar nú svolítið bjagaður orðinn. Og við erum kannski bara komin á þann stað að við þurfum aðeins að fara að laga þetta. Svona heilt yfir, svo við förum nú að gerast alveg heimsballaráttir. En sko, í dag eru stór mál sem við stöndum frammi fyrir, bara eins og loftslagsmálin. Og við erum svo upptekin af því að vera að berjast eitthvað allt annað. Við erum að takast á við vandamál og áskoranir sem bara sorglítið sem við erum að takast á við, bara eins og ef við erum að skoða og fylgjast með sem eru að fjalla í sambandi við tollana í dag, að einhvern veginn þurfum við að komast aðeins á þann stað að við séum að fara að hugsa í alvöru til framtíðar, að við séum að hætta að þurfa að takast á við vandamál sem ekki þurfa að vera til að geta fara að taka alvöru á við framtíðina. Og ég held að ef við komumst í það og förum að hugsa aðeins svona öðruvísi, að þá getum við gert þennan heim svona aðeins betur en Við verðum að gera það, annars. Já, það náttúrulega ekki val. Í rauninni, sko. Við þurfum svolítið að hugsa bara, ok, hvar erum við? Hvert ætlum við? Og hvernig ætlum við að fara þangað? Ég bara varpa þessari spurningu til Sveins. Ég spurði bændurnar svona hvernig staðan var í dag, þannig að þú fær spurningun hvernig framtíðin á að vera. Hver framtíð fyrir sauðfjárrækt á Íslandi, Sveinn Margeirsson? Já, sko, ég held að ég ágætt að taka þennan punkt aðeins upp sem Guðrún kemur inn á. Sko, það er talað öldrun þessa dagana. Og kostnað við hvort að byggja meira af hjúkrunarheimilum, það er svona 550-600 skall fermetrin í því í dag, eða hvort að halda heimaþjónustunni sterkari áfram eða styrkja hana. Við vitum að við erum að eldast, það liggur algjörlega fyrir. Við vitum líka að það er að fækka mikið í barneignum meðaltali. Þannig að við erum í einhverjum glugga núna þar sem við höfum svona kannski ekki efna á sem við allavega teljum okkur trú á því, við höfum ennþá efna á því að standa undir kerfi þar sem að heilbrigðiskostnaður og Kaplan skoðaði þetta nú talsvert vel meðan hann var hjá Harvard. Heilbrigðiskostnaður í vestrænum samfélögum er að vaxa svona að jafnaði tvöfalt hraðar heldur en hagvöxturinn á síðustu 20-25 ár. Og svo getur menn í rauninni deilt við hvort að hagvöxturinn hafi yfirleitt verið eðlilegur, hvort hann hafi verið sjálfbær. En það sjá það allir að við erum að rekast þarna á vegg eða fara fram af
af hengiflugi, augljóslega. Þá þarf við að spyrja spurningarinnar hvað getum við gert til þess að bremsa og svo snúa við og fara frá þessu hengiflugi. Og þar held ég á margan hátt að sko, framtíð sauðfjárræktarinnar liggi bara eins og annarar matvælaframleiðslu á Íslandi og þá annarar matvælaframleiðslu sem ekki bara að reiða sig á innflutta aðföng, ódýrt vinnuafl, jafnvel í grunninn, félagslega og ásættanlegar aðstæður, þar sem við erum í rauninni að flytja inn lágt verð matvæla og fóðurs í rauninni á kostnað umhverfis og samfélaga annars staðar. Heldur erum þá í rauninni að horfa á þetta sem að Hafliði nefndi að sem sagt rekjanleikinn raunverulegur. Það ekki bara, sko, það ekki verið að stoppa við afurðastöðuna eða hvað það nú heldur raunverulega verið að horfa á þetta í stærra samhengi. Þannig að þetta held ég að sé nú svona partur af í rauninni framtíð sauðfjárræktarinnar og svo þetta inn í þetta þarf þetta tregðu lögmál sem var nefnt hérna áðan, þessi að tregða til breytinga, hún þarf þetta bara, við þurfum raunverulega að ræða hann. Partur af þessu umhverfi sem við erum í dag, þessari öldrun okkar, þetta að það íhaldsamt, gamaldags og ég ætla bara að fá að segja nánast úrelt stofnana umhverfi fyrir hendi og ég ætla bara að leyfa mér að vera aðeins fúll núna sko og hérna Það alltaf eftirspurn eftir því Sveinn. Já, það er fúlikallinn. Já, ég skal vera fúlikallinn sko. Ég skal bara vera fúlikallinn núna. Það hérna tökum bara viðbrögð Matvælastofnunar í kjölfar þess að ég sýknaður fyrir sem sagt brot á lögum slátrun og sláturafurðir. Hver eru viðbrögðin? Það eitthvað annað sem hefur komið frá Matvælastofnun heldur en að berja höfðinu í stein? Eitthvað sem minnir í rauninni yfirleitt á það að sko það eru 3 prinsip í evrópskri löggjöf, evrópskri matvælalöggjöf sem þetta byggir allt á. Mig langar að vitna bara beint í hana, þeir sem nenna að lesa sko sem sagt EU Food Law sem grunnur löggjafarinnar hérna. Þeir sjá það strax að það eru 3 prinsip. Eitt sem sagt áhættu greiningar og áhættu matsprinsipið. Það eiga að vera sterk vísindaleg rök, sound scientific, sem sagt strong science, sem að í rauninni lögð til grundvallar þegar við ákveðum reglur sem þá ætlað að vernda hagsmuni neytenda en ekki fara yfir meðalhóf. Það á líka að vera sko gagnsæi, transparency, það annað prinsip af þessum 3. Gagnsæi í ákvarðanatöku bara, ég ætla bara að fá að segja, við erum bara ennþá einhvers staðar 1980, einhvers staðar í kaldastríðsumhverfinu, þar sem að ákvarðanir eru teknar af embættismönnum sem bara eru ekki að virka miðað við núverandi löggjöf og hvað þá núverandi umhverfi á matvælamarkaði. Þannig ég held að ég hef í sjálfu sér ekki miklar áhyggjur af því hver staða sauðfjárræktar verður til framtíðar ef við annars vegar erum að horfa í áttina að sjálfbærni, raunverulegri sjálfbærni og hins vegar ryðjum úr vegi þessum hindrunum sem felast í íhaldssemi og svona þessum úrelta hugsunarhætti. En það ekki svo að stærstu stofnanir í landbúnaðarkerfinu eru svona bændur sjálfir, það bændasamtökin og svo eru stór fyrirtæki sem að bændur eiga, allavega það auglýst í sjónvarpinu að SS í eigu bænda og það kaupfélag Skagfirðinga hlýtur að vera í eigu bænda, það kaupfélag, það samvinnufélag. Hvað veldur því að þetta væri eiginlega kannski svo atvinnugrein sem eiginlega í svona dreifðustu eignaraðild, þar sem mesta svona lýðræðið, þar sem að framleiðendur sjálfir hafa aðkomu að ákvörðunum og við þekkjum það gagnvart stjórnsýslunni að það eru stóru fyrirtækin í hverjum bransa sem að hafa ríkja eða svona ráðandi áhrif á hvernig ráðuneytin starfa. Má ég kannski spyrja þig Guðrúna því að þú varst skamma hríð formaður, ekki? Jú. Bændasamtökanna. Hvað þessi tregða sem að Sveinn að lýsa, nær hún alveg inn í stjórnkerfi bændana? Inn í félög bændanna? Tregða nær alveg alla leið, sko.
það náttúrulega þannig að með öll svona kerfi, að menn koma sér fyrir í kerfunum og þessi kerfi eru skapa ákveðin mismun eða misjafnum stöðum meðal bænda. Þannig að við erum alveg með bæði bændur sem aðhyllast þessi gömlu kerfi og svo aðra sem að vilja sjá breytingar. Og þetta gríðarlega flókið. Og eins og þú setur þetta upp með að bændur eigi úr fyrirtækin, og það alveg þannig bændur eiga fullt af afurðastöðum en ekkert allar, að þetta samt ekki svona einfalt, sko. Því miður. Og eins varðandi regluverkið að í rauninni þetta bæði einfalt og flókið. Þetta flókið að því leyti að kerfið okkar flókið og það mönnum ekki eðlislegt að vilja endilega breytingar. Þannig að því leyti þetta flókið, en þetta væri ofboðslega einfalt ef við myndum í rauninni bara taka þess ákvörðunum að bara komast að hvernig við viljum sjá þetta þróast í frambúðar. Vegna þessi þróun náttúrulega hlýtur að ráðast af þeim tækifærum og þeim hömlum sem eru í kringum hana. Bara eins og Sveinn var að tala um. Og allar hamlanir eru mannanna verk og það alveg þetta ætti að verða að leysa ekki satt. En það bara svo mikið pólitík í þessu líka. Þannig að þetta mun auðveldara að tala en í að komast. Það kallað lögmál klíkuvæðingarinnar. Öll svona félög, þótt þessu stofnuð til þeirra með góðum hug að smátt og smátt þá ræðst nær ykkur tiltekin klíka yfir þeim. Það eru örlög samvinnuhreyfingarinnar. Það sömuleyti má sjá þessi merki í verkalýðshreyfingunni, það má sjá þetta í stjórnmálaflokkunum, þar sem eru svona hreyfingar sem eru stofnar með góðum hug, og ég býst við að þetta eigi kannski líka við svona samvinnufélög bænda, stóru fyrirtækin, að þó að þau kannski á blaði ætti að líta þannig út að þetta væri lýðræðislega uppbyggt, að þá eru þarna tiltekinu öfl sem að ná að skjóta rótum inn í fyrirtækjunum og samtökunum. Þetta rauninni sorglegt vegna þess að við höfum kannski bara ekki náð að móta okkur. Við höfum ekki náð að móta okkur stefnu til frambúðar og hún þarf að vera til staðar, vegna þess að ef við þekkjum það bara úr eigin daglegu lífi að ef við erum ekki að stefna neinu ákveðnu markmiði þá gerist það lítið. Þá þetta bara svona sami farsinn dag eftir dag og okkur vantar í landbúnaðinum að móta þessa stefnu og hún á að vera í vinnslu núna. Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli að það sé sem breiðastur hópur sem kemur að þeirri stefnumótun og við þurfum virkilega á því að halda menn þori að taka stórar ákvarðanir til framtíðar. Allt umhverfið í kringum okkar að breytast svo hratt og það þýðir væntanlega að við þurfum líka að þróast og breytast í takt við það og við þurfum einhvern veginn að horfa á það sem sjálfsagðan hlut að nýsköpun og vöruþróun og bara efling menntunar hluti af þessari framtíð. Við þurfum að ná að vinna þetta allt saman og við verðum líka, við getum ekki alltaf að bakka inn í framtíðina. Það? Back to the Future, það voru bíómyndir sem við þetta? Það var ekki bakkað inn í framtíðina. Nei. Áður en að ég, því að þið talið svolítið svona stöðuna núna og horfið svona aftur til gamla kerfisins. Þá langar mig að spyrja þig, Guðný, að því að þú ert sauðfjárbóndi og það landbúnaðarkerfi sem í kringu þig, sem á að þjóna þér. Það eru bændasamtök og það svona kerfið þannig í kringu þig. Upplifirðu það sem bóndi með þitt bú að þetta kerfi sé að þjóna þér? Gæta þinna hagsmuna? Eða vellur þetta áfram í einhvern veginn sína eigin leið einhvern veginn? Ég var að vonast til þess að þú myndir ekki spyrja með þessu. Ekki þetta viðkvæmt, ég menna, hafa ekki bændur verið að tala svona áratugum saman? Guðrún alltaf kemur svolítið inn á þetta. Það hefur gjörsamlega vantað stefnuna. Gjörsamlega. Ég sé þetta bara svona eins og framhjólaða drifin bíl fastan í einhverjum drullupitti sem spólar. Því miður.
ég ein af þeim sem hef verið að vinna að breytingu og vil sjá hlutina töluvert öðru sem þeir eru og því miður þá eru risaeðlurnar víða og steingervingarnir ennþá víðar. Þannig að nei, því miður hefur þetta ekki verið að þjóna mér eins og ég hefði viljað sjá það. Ég upplifi það bara að ég sé að berjast við vindmyllur í rauninni. Það er ljótt að segja það, en það er staðreynd. Og það er jáfnvel þannig að kerfið sé ekki að hjálpa þér að aðstoða þér, heldur jáfnvel að vera fyrir þér. Já, því miður. Bara svo ég sé alveg hreinskilin. Þær eru sammála lýsingar þinn. Já, ég held Ég ætlaði að þýða þér að þú vinnur í á sauðfjárbændum. Já, ég veit að ég sitt skrifstofu bændahöllum og heyri alls konar hluti sem ég ágætt að heyra líka En það er bara þannig held ég núna bara almennt með bændur. Ég þekki nú mikið af bændum, ég þekki þær vel, bæði Guðni og Guðrúnu og Svein þekki og fleiri en það er oft verið talað krísu í íslenskum landbúnaði. Ég held að hún sé að raungerast fyrir miklu fleirum en bara sauðfjárbændum akkúrat núna. Því að staðreyndin sú að það er hægt að framleiða allar þessar vörur ódýrara einhvers staðar. En þá er spurning aðbúnað starfsfólks og hvort að það sé allt saman siðlegt og gott og efnanotkun og kolefnisspor við flutningana og hvort að verða að fella skóga í hitabeltinu til þess að rækta annaðhvort kjötið sjálft þar eða flytja fóðrið á milli heimsóla sem ræktað í framhaldi. Og núna skynja ég það svolítið þannig að heyra í bændum í hinum ýmsu greinum að nú þurfi menn að snúa bökum saman og hætta að bítast það hvort að þetta kjötið eða hitt kjötið græðir eða tapar prósent eða 2 til eða frá þetta árið í stórmörkuðunum og bændasamtökin þau eru í rauninni bara í svona endurmótun getum við sagt og ég svo sem ekkert einsti koppur í búri þar en þetta vita allir og hefur verið skrifað og rættum í fjölmiðlum og ég veit að stjórnin sem að situr í bændasamtökum núna hún vinnur af því bara setur mest af sinni vinnu í það að strúktúrera þetta upp á nýtt og helst að sameina öll búgreinafélögin inn í eina heild og það er þannig að kúabændur, svínabændur, kjúklingabændur, sauðfjárbændur, grænmetisbændur og fleiri félög, þau eru með sín eigin félög sem bara gott og vel en einhvern veginn það þannig að svo stór hluti bænda ýmist ekki félagar í sínum sérgreinafélögum eða ekki félagar í bændasamtökunum og bændasamtökin eru og hafa verið árabil undir fjármögnun og hafa þess vegna kannski ekki getað sinnt hlutverki sínu að berjast fyrir bændur eins og Guðnýju og sama á við mörg þessi búgreinafélög. Þannig að menn eru algjörlega komin bakið við vegg og það verður að bregðast við og ég er mjög hissa að það breytist ekki núna bara á næstu örfáum mánuðum og verði komin niðurstaði málið á vormánuðum á næsta ári Hver er tilgangurinn? Er þá tilgangurinn að sameina aflallra bænda til þess að verja bara óbreytt kerfi með nýjum rökum, bænda loftslagsmál og alls konar slík að við verðum eiginlega að framleiða hér eða er tilgangurinn að koma með einhverja svona nýbreytni og aðlögun og þroska og þróun inni í landbúnaðinn og kerfið. Þegar þú ert að lýsa þessu þá dettur mér helst í huga að það sé bara varnarbarátta og það menn alltaf að taka þessu saman. Nei, ég held ekki. Já. Ég held að menn hafi þetta unnið mjög mikið þannig í gegnum tíðina reyna að verja fengið hlut svolítið svona eins og að pakka í vörn að þegar 1-0 og það er konar 87 mínútur á klukkuna en ég held að það er gríðarleg gróska í landbúnaði og það er að tala það er svo mikið af frumkvöðlum bæði inn í greinunum og svo bara aðrir klárt fólk, velmennta fólk sem sér tækifæri í áframvinnslu og fullvinnslu og alls kyns afurðum
og þannig og má bara svo ég nefni sem dæmi sko, að maður skoðum bara til dæmis viðskipta hraðalinn til sjávar og sveita, bæði sko, þau fyrirtæki sem eru þar núna og þau sem voru í fyrra, að þarna bara fullt af ungu bjartsýnu kláru fólki sem að vinna með íslenska landbúnaðarafurðir og eru bara búa til mjög spennandi hluti, þannig að það sko framtíð og bændur sjálfur tala mjög mikið fyrir nýsköpun og skoða allskyns leiðir til þess að strúktúra þetta upp á nýtt í rauninni, en á sama tíma segi ég, þá megum við ekki gleyma því sem sko gott og kannski sko í okkar hefðum og sauðfjárbúskapurinn náttúrulega bara svona innstimplaður í kjarnsýruna í okkur, í DNA-ið í okkur Íslendingum og af því að við erum svo vön að fá afurðir af fyrri skepnu þá kannski sjáum við ekki alltaf sko gæðin í því og raunni hvað þetta mikil verðmæti en sko útlendingar og kannski mikið af svona, svo við sletti gúrmeð fólki og kollegar mínir úr kokkastétt, þeir bara sjá þetta, þeir hlæja bara verðinu út í búð og jafnvel sko verði á aðalrétti úr lambahrygg á íslensku veitingastað sko. Þetta sé bara hálfvirði sko. Þannig að það eru tækifæri þarna að hlúa að þessu en leið þarf íslensku landbúnaður að horfa á allskyns nýjar leiðir og það eru gríðarleg tækifæri til dæmis eins og þú nefndir sjálfur upphæði í ylrækt og nýta okkar umhverfisvæn orku og það eru líka tækifæri í hefðbundnari búgreinum sem sagt bara í þessari nýsköpun og vöruþróun og það rými til bætinga til dæmis í sauðfjárræktinni í kolefnasporinu og í því að bæta meðhöndlun á landi og það eru verkefni í gangi þar sem eru bara mjög verðu og flott af frumkvæði sauðfjárbænda eins og grólindarverkefnið sem búið að vera í gangi núna í 3 ár. Bændur sko í sauðfjárrækt, bara svo það sé sagt, þeir hafa bætt kolefnasporið í sinni framleiðslu 15-20% á síðustu 20 árum bara með kynbótum, bara svo nefnum það. Bara með því að fá meiri afurðir af hverri skepnu þá hefur kolefnasporið minnkað. Þannig að það má kannski segja að þessi búgrein hafi verið að vinna í kolefnasporinu löngu áður en að menn sko fattuðu að það þyrfti að gera það. Ok, en ég kynnti upp að við ætlum að horfa til framtíðar og þið dróum mig eiginlega til fortíðar að tala kerfið. Þannig að nú langar við að því það eru 2 sauðfjárbændur. Nú skulum við bara tala sauðfjárbúskapinn og Sveinn, hvernig mun hann breytast á næstu svona 20-30 árum? Ég gæti byrjað á því að vitna í bara Laxness af því að þær gerðu eiginlega að segja þetta væri lífstíll. Hann talaði 1930 að þetta væri sko listgrein að stunda sauðfjárrækt. Það væri fráleit hugmynd að rækta kjöt á þessari skepnu. Þetta aldrei staðið samkeppni við naut og svín og annað slíkt. Og var eiginlega að tala að maður væri eitthvað grundvallar skekkja í íslenskum landbúnaði að vera að rækta fyrst og fremst kjöt á skepnu þar sem að flestar þjóðir eru kannski fyrst og fremst að rækta ullina eða mjólkina úr sauðfjárnu. Það einhverjar svona breytingar í sauðfjárrækt, hvernig afurðirnar eru nýttar, verið fjölbreytileiki, geti ég farið út í búð og keypt kannski ærkjöt eða veturgamalt og upprunamerkingu. Munum við fara að rækta upp hluti af sauðfjárnu fyrir ullina sem við erum með kjöraðstæð til þess að það kalt og rakt þannig að við ættum að fá bestu ull í heimi en við erum með ullina sauðfjár meira og minna inni þannig að það kannski verður ekki jafn góð ull eins og ella mætti. Ég með þeirra Sauðasaland til Bretlandsfjall að þá var hugmyndin sú að fara að nýta mjólkina. Þá voru sendir bændasinir til Rockefort að skoða hvernig þetta búa til osta úr sauðamjólk. Þá var það svona væntingin en síðan var það slegið af. Ég var svona bara að vitna í svona hugmyndir úr gamalli fortíð en hvernig framtíð sauðfjárræktar næstu 20-30 árin? Sveinn. Ég ætla ekki að þykjast vera spámaður það hvernig allt verður en ég held að sé alveg ljóst mál að
þetta verður ekki eins og það hefur verið. Það mjög einföld leið til þess að þessu verður bara hægt. Þetta verður svona einhvers geitabúskapur innan tiltölulega skamms tíma þar sem menn eru svona slást við að bara viðhalda einhverju erfðamengi sem án nokkurs vafa verðmætt í menningarsögulegu samhengi en það alveg ljóst mál að ef við erum að horfa á lambakjöt sem staðkvæmdarvöru fyrir svínakjöt til að mynda og það verður ekki stórkostlega breytingar á olíuverði sem muni hækka innflutning eða kostnað við innflutt aðföng sem eru út að drífa áfram svínakjötsframleiðsluna nú eða þá að það má alveg sjá fyrir sér að svínakjötsframleiðsla byggja á innlendum aðföngum í miklu meira mæli, grasprótín og öðru slíku. Að ef að lambakjöt að keppa fyrst og fremst í verði við svínakjöt til að mynda án þess að við hugum sérstaklega gæðaþáttum þá klárast þetta. Það mín skoðun. Og verður bara svona einhvers konar menningarsögulega minjar eftir tiltölulega fá ári. Ef á móti, ef á hinn bóginn, við einbeitum okkur að því að framleiða lambakjöt sem náttúrulega afurð, það að segja nota íslenska náttúru fyrst og fremst til þess að koma inn á legg, leyfin að ganga lausri svo lengi sem það á við að sjálfsögðu að gæta að allir dýravelferð og þá einmitt meðferð á landi, segja þessa sögur, virkilega sögun af því hvernig afurðin verður til, nýta allt sem hægt að nýta. Og einhverju leyti bara fylgja fordæmi Guðnýjar eins og hún að lýsa þessu hérna áðan. Gefa þetta frelsi, leyfa frumkvöðlunum, bændunum sjálfum og öðrum, svo ég breytist nú úr fúlakallinum í þokkalega jákvæðakallin. Það einmitt eins og Hafliði segir, það bara fullt af fólki með fullt af hugmyndum, fullt af fjármagn á bak við sig, fullt af markaðstækifærum, bara tilbúið að fara út á þessa braut. Það bara losa okkur við þessa fáránlegu íhaldssemi og þar ég ekki að tala sko fyrirtækin eða bændasamtökin eða eitthvað slíkt, ég að tala þetta eftirlits og stjórnkerfi sem að bara virðist ekki geta dílað við það sé komin 21. aldir. Hvað það sem að eftirlits aðilarnir eiga hægt að gera? Já, til að mynda kæra frumkvöðla ef þeir prófa að gera eitthvað nýtt, það væri bara svona ágæti start og svara fyrir það hvers vegna menn standa í þessum bransa að vera að kæra fólk fyrir að prófa nýja hluti. Það væri bara ágæti byrjun. Nú breytist ég í fúlakallin aftur. Þá ertu að tala að draga vinnsluna meira inn á bílinn og séu smærri einingar sem að leita að lausnum. Minna keyrt í gegnum stóru maskinunar sem eru raunverulega sniðnar til þess að vera í samkeppni við verksmiðjubúskap? Sko, ég ekki að segja að það eigi bara að vera svoleiðis. Ég held að sé algjörlega ljóst mál að þetta tvennt fer saman. Ef að sauðfé fækkar mikið frá því sem nú þá engin rekstra grundvöllur fyrir stórum sláturhúsum heldur. Þetta bara, ef við erum í economy of scale nálgun, þá verður að vera einhver scale. Þess vegna verður þetta að fara saman. Það stærðarhagkvæmni, þessu economy of scale, og svo breiddarhagkvæmni, sem að Guðný að koma inn á. Tiltölulega litlir aðilar með fullt af nýjum hugmyndum, gera nýja hluti, nýta í rauninni víddina í virðiskeðjunni, ekki bara að tróða öllu í gegnum sömu keðjuna. Og við sjáum þetta bara, ég hef áður nefnt þetta, við sjáum bara Tyson Food í Bandaríkjunum, margfalt stærra fyrirtæki heldur en allur kjötiðnaður á Íslandi. Þeir að kaupa sig inn í Beyond Meat og aðra slíka aðila til þess að geta verið með á vagnin. Því annars erum við bara að missa af þessu. Það alveg saman hvað þú heitir Kaupfélag Skagfirðinga, Sláturfélag Suðurlands eða hvað það ef þú ert svona með þetta helsi fortíðar og svona kúltúrin sem miðar aðalega við að framleiða sama á morgunni sem gerðir í gær, þá þetta ofsalega erfiðir tímar. Það bara mikið að breytast og ef við erum með eftirlitskerfi í ofanálag sem að brýtur niður vilja og möguleika frumkvöðlana til að stíga ný skref, þá erum við líka að gera þetta líf stóru fyrirtækjanna erfiðara.
vegna þess að það ekki ný fyrirtæki til að kaupa upp og innleiða nýsköpun. Guðrún, landbúnaður til 20-30 ár, sauðfjárrækt, hvað mun breytast og hvað þarf að breytast? Kannski bara til að halda áfram með þetta sem Sveinn var að segja að þetta snýst það svolítið að eftirlitsfyrirtækin finni leiðirnar í staðinn fyrir að standa í vegi. Menn hafa svolítið, kannski svolítið vantað að menn reyna að finna leiðirnar af því að auðvitað vilja allir. Bæði smáir framleiðendur og aðrir framleiðendur að vörurnar séu heilnæmar og í lagi. Þannig að það þarf að finna þessar leiðir til að þetta geti allt gengið upp. En ég held mér langar reyndar ekki að horfa á þetta sem sauðfjárrækt eftir 20 ár. Ég vil horfa á þetta sem matvælaframleiðslu eftir 20 ár. Og ég held að þessi nauðsynlegt fyrir bara dreifbýlið á Íslandi og fyrir landbúnaðinn að við hættum að setja okkur niður í búgreinar, heldur að við séum bara bændur og matvælaframleiðendur, séum frjálsari með hvað við erum að framleiða og það getur alveg farið saman. Menn þurfa ekki að vera að framleiða eitthvað eitt, menn getur alveg að framleiða blandaðar búskapur er bara góður og ég held að hann henti átt mjög vel. Og ég myndi þetta að ef við erum að horfa á loftslagsmálin og hvernig við ætlum að takast á við þau og draga úr losun kolefnis og auka bindingu, því að við vitum alveg að við þurfum ekki bara að draga úr losun kolefnis niður í 0, við þurfum að binda miklu meira vegna þess að við skuldum svo mikið. Við þurfum að ná því upp og bændur eiga bara stóran hluta af landinu og stærstan hluta af landinu sem er þá hægt að vinna með vegna þess að þetta er erfiður upp á miðhálendinu sem er þó sambyggnin að landbúnaður og landnýting og náttúruvernd og aukin binding, þetta er allt landbúnaður. Þetta er allt það sem tengist landbúnaðinum og við þurfum að fara upp úr þessum skurðum og skotgröfum sem við höfum verið í til að ná að vinna betur saman og horfa til framtíðar og fara að takast á við alvöruverkefnin okkar. En ég held að það þurfa allir að borða. Þetta er nú bara eina af grunnþörfunum. Og við erum svo heppin, eins og Hafliði kom inn á, og við erum með tiltölulega hreint umhverfi, góða bara gott heilbrigði og þetta hreina vatn að við höfum alveg einstakar aðstæður til að halda áfram að framleiða gæðavörur, alveg sama í hvaða formið að grein það er. Þannig að við höfum að nýta þessi tækifæri. Við mögum aldrei gleyma því að þetta er svo mikilvægt að byggja á. Hugsaðu ykkur bara í samanburði við þá sem eru búnir á glatis og þurfa að takast á við málin frá miklu verri stað. Þannig ég held að við byrjum á góðum stað. Þannig ég held að tækifæri og möguleikar landbúnaðar til framtíðar séu rauninni góðar, en að þetta fer allt eftir ákvörðunum sem er verið að taka núna, í dag og næstu daga og hafa verið teknar, að þær séu þannig að framtíðin geti þróast á sem bestan og jákvæðastan hátt. Það getur stundu verið hollt að missa þetta niður. Þegar ég hafði eitthvað mestan áhuga á mat, þá var ég meðal annars að lesa í Bandaríkjunum sem hefur misst eiginlega alla sín landbúnað inn í svona mónoræktun og eiginlega tapað öllum gömlu hefðunum til þess að þjóna rísa framleiðendum og rísa súpermörkuðum. Og magnað að fylgjast með sprota dæmum sem eru í gangi þar sem að menn eru að finna eiginlega upp gömlu bílisræktunum aftur og eru farin að vinna frakkana í ostaðsamkeppnum og öðru slíku. Það er hægt að ég velti því fyrir mig þegar ég var að lesa þetta. Kannski væri bara bestir Íslendingarna bara þetta alveg að skilgreina sig að við höfðum mist þetta og við þurfum að læra þetta upp á nýtt í staðinn fyrir að halda í hugmyndin að þetta sé raunverulega gott hjá okkur. Því að við höfum náttúrulega mist svolítið
út úr landbúnaðinum. Ég nefndi þarna í sambandi við sauðfjár búskap að svona ullarvinnslan okkar og kannski nýting á sauðfjörnu ekki kannski lík því sem hún var fyrir 200 árum. Þar sem að mjólkin var nýtt og varst fleira. Nei, við þurfum náttúrulega bara að bæta alla nýtingu. Ég meina, við erum að tala um fjórðungsmatarsóun, við erum að tala alveg ofboðslega framleiðslu frá fötum sem eru notuð mjög misvel. Við þurfum að fara að horfa öðruvísi á hlutina okkar og nýta þá betur. Ég meina, það bara það sem við þurfum til framtíðar. Maðurinn bara í heild sinni. Þannig að þegar við erum með svona efni, bara eins og ull, ég meina, þá hlýtur að vera nokkuð ljóst að þetta eitthvað sem við þurfum að nota betur og fara betur með. Og í rauninni auðlind. Guðný, það að ganga hringinn saman spurningin, hvernig verður landbúnaður eða sauðfjárræktin eftir 20-30 ár? Þú getur bara sagt eins og það mér. Ég ætla að taka undir orð Guðrúnar. Ég vil horfa á þetta sem matvæla framleiðslu. Mig dreymir að ég geti náttúrulega lifað alveg af þessu og verið með mínar kindur og bæði unnið ullina og eitthvað úr mjólkinni og kjötið og það er mín framtíðarsýn og verið með þetta á beit á sumrin og verið með þetta á þeim stalli sem að þessar afurðir okkar eiga heima á. Og bara að það sé sem fjölbreytilegastur landbúnaður. Við eigum helling inni. Af hverju erum við ekki að rækta miklu meira korn en við erum að gera? Og þetta er nefnilega vandinn að frumkvöðlarnir eru bara hræddir við þetta kerfi sem er við lýði í dag. Þannig að ég veit ekki, allavega þetta er svo sýn sem að ég ber til framtíðarinnar en því miður hef ég ekki lausnina á því hvernig við komumst þangað. Það er mikið stuðningskerfi við landbúnað. Eruð þið að tala um það að það væri eðlilegt að stuðningur væri bara til bílanna og svo myndu þau bara að finna út úr því hvernig þau myndu haga sínum rekstri sem best? Guðný? Það er nefnilega góða spurningin. Hvernig, já, ég geti alveg hugsað sem eitthvað svoleiðis kerfi, sko, en ég ætla samt ekki, ég hef ekki lausnina því miður. En nú það þannig að það eitthvað sem ákveða að ég til í að styrkja þig ef að þú skaffar svona mikið kjöti eða þú skaffar svona mikið af mjólk, en í slíku kerfi væri það bara við styrkjum þig til þess að þróa áfram matvælaframleiðslu. Ég veit ekki hvort það ætti að vera bara með blindu auga, bóndi ræður þessu bara hvað hann gerir og ef hann fer illa með þetta náttúrulega hann ekki að framleiða afurðir og mun náttúrulega gefast upp, en ef hann fer vel með þetta þá ættu afurðir að skila alltaf meiri peningum og þetta geta lifað betra lífi. Þarf eftirlit hjá þeim sem að styrkja bændur? Þarf að vera að telja það hvað hann framleiðir mikið af kjöti eða mjólk þegar engin sérstakur skortur á þessu? Ég byrjar að spyrja bara eins og eitthvað sem aldrei verið í sveit, Guðný. Það eitthvað svona kerfi, myndi það ekki meika sens. Að bóndinn yrði styrktur, en ekki féð. Því ekki. Þetta ekkert vitlausara en margt annað sem maður hefur heyrt. En hvað segir þið? Hafliði, eru svona umræður í bændahöllinu? Þú sætti þar? Já, það aftur bara var náttúrulega tregða hjá mörgum. Það líka, þetta er náttúrulega bara þannig að það kynslóðamunur líka. Og fjárhagslegur hagsmunir, það er margir sem hafa keypt sig inn í mikið af mjólkurkvóta. Fyrir nokkrum árum var stórkostleg viðskipti með mjólkurkvóta. Og þar eru bara bílir sem eru bara skulda 60 milljónir og eru bara dæmd til að halda áfram í þessu kerfi og losna ekki út úr þessu nema Ratcliffe komi og kaupi jörðina ef þeir eru svo heppnir að búa í Vopnafirði. Já, ég svo mikið sérfræðingur í þessum kvótakerfum en það er þannig í mjólkinni og það misjafn stuðningur sauðfjárbænda út frá því hvað þeir hafa tryggt sér mikið af framleiðinni styrk, svo má segja, og það þarf að stokka þetta allt saman upp að mínu viti auðvitað.
Það mikið rætt einmitt sko nýsköpunarstyrki og hún Guðný kom nú inn á eitt hérna sko, ef við horfum bara á hvítakjöt, ef við tölum bara, hættum að tala bara sauðfé og tölum bara íslenskan landbúnað og þá kannski bara, hvernig getur hann aðgreint sig? Við erum hérna, við vitum það að það er dýrt að framleiða alveg saman hvort að það er hérna einhver iðnaðarvara eða matvara. Það er dýrara hér en við annars staðar. Og ef þú til dæmis í hvítakjötinu ert ekki með neina aðgreiningu aðra, af því að þetta er nú svona inni búskapur í húsum og dýrin fá bara fóður, þurrfóður og vatn. Ef aðgreiningin ekki meir en svo að hérna, það er bara íslenskt vatn sko, í krananum fyrir dýrin, en fóðrið það sama að megninu til og í hérna, erlendum eða í evrópskum hérna, búum, að þá vantar eitthvað, að mínu viti, þá vantar aðgreiningu. Og það er hægt að rækta mun meira korn hérna á landinu en gert og það eru stór landsvæði, til að mynda sunnanlands, allir þessi sandar og allt það sem hérna, mættu nú kannski bara skoða og hafa komið alls konar hugmyndir, það voru hugmyndir fyrir einhverjum árum sem kannski er ennþá á lífi, stórfellda repjuræktun á söndunum Suðurlands fyrir sko þá orkunýtingu á repjunni. Ég veit ekki hvað það er start, en þetta væri eitt. Ef við förum aftur sko í sauðféð og ég ætla nú ekki að ég ætla nú ekki að vera sko spámaður 20-30 ár fram í tíman, en ég er svona svolítið óttast það sama og Sveinn kom inn á að ef þetta breytist ekki á næstu bara örfáum árum, þá erum við bara svona að fá eitthvað svona safnbúskap. Þá fer fólk bara á Árbæjarsafnið með börnin sín til að sjá hvernig sauðfjárbúskapurinn var 2025 sko. Og það getur bara verið innan 10-20 ára sem hérna, það gerist. Hvítakjötið og lambakjötið í íslenskum verslunum, því allt saman, það samkeppni sem þekkist hvergi annars staðar. Og ef við bara kíkjum á kannski löndin í kringum okkur, það sem að vissulega er meiri innflutningur á lambakjöti, bara tek Svíþjóð sem dæmi, þá verður að selja sko betri bitar út í búð og 2-3 verði á því sem að það sem lambakjötsbitar eru seldir hér. Og þetta er bara svona einhver tregða sem er búin að eiga sér bara langa sögu og lambakjöt hefur ekki fyllt verðlagsvísitölu bara í núna einhverja 20 ára. Og þannig að sko bilið á milli þess að þetta sé efnahagslega sjálfbær búgrein, það breikar alltaf bara ár frá ári. Svo er alls konar stefnur og straumar eða trend í heiminum eins og við vitum og mjög víða í löndunum sem við berum okkur saman við, þá hefur kjötneysla minnkað, bara heildar kjötneysla á hvert mannsbarn í löndunum, hún hefur minnkað svona síðustu 3-4 árin. Sem er bara ágætt, en kjöt er kannski eins og einhverjir hafa komið inn á það er búið að pressa verðið á því ansi hressilega niður á liðnum áratugum og ég vil meina það að kjöt sem er framleitt sem hágæðavara á svona, já, bara á sjálfbæran hátt, þar sem ekki gengi nærri náttúru eða vinnuafli og ekki verið að svína á neinum, að það sé vara sem á að aukast í verðmæti og það er svona mín von að ef að kjötneysla heldur áfram að minnka, það verði þá fyrst og fremst sko verksmiðjubúskapurinn sem tekur það högg því að allavega gúrmeð fólki sem að ég þekki, það vill kannski sko vanda betur valið. Það er ekki alltaf samhengi á milli að þeir sem að minnka kjötneysluna, það til dæmis maður getur farið hérna og það var allavega þannig og veit ekki að það sem heitir Gló sem að byrjaði að vera grænmetisstaður var mjög góður og svo vildi hann aðeins breikka út að þá komu kjúklingarnir. Þannig að það sko það sem hætti síst að koma sko, versta kjötið sem að væri hægt að selja sem hollustu. En það var selt bara þessi hugmyndunum að það væri ekki eins fitandi og það væri í megrun og það getur borðað kjúkling og grænmeti. Þannig að það er ekki þessar bylgjur sem eru í svona matartískunni er ekki alltaf samkvæmar sjálfur sér kannski sko. Á sama tíma á annar veitingastæði sem var nú ekki kannski jafn stór
happ sem var þar var lambakjöt, það var eina kjöti sem var í boði, það var lambakjöt og það var bara tínt til öll þessi rök sem ég ætla að sleppa því að telja upp, við höfum talið upp núna, en það var ástæðan fyrir því að lambakjöt var í boði þar. Sama með fisk á sem að stundum að laxinn kynntur eins og hann eigi að vera hollur því að það eitthvað hann átt að vera aðeins svona feitari en það rektaður fiskur á meðan að við sitjum innan í landi þar sem umkringt af villibráðar fiski. Og þar er einmitt önnur skekkja á heimsmarkaði þá er eldislax kannski ekki núna, hann er ekkert sérstakt verð á akkurat núna en ef við horfum kannski meðaltal síðustu 5 ára þá hefur eldislax verið seldur á svona það bil 3-földu kílóverði á við villtan norður Atlantshafsþorsk. Sem bendir til þess að útgerðin sem að selja fiskin okkar sé ekki alveg klárustu í bænum. Mögulega vantar eitthvað upp á eitthvað staðar þar. En þetta virðist vera svona trendið bara í fleiri við að selja þorsk úr þessum sama stofni eða sömu stofnum ef við segjum svo. Guðrún, þú veist að Já, ég spá í þessu sambandi við stuðningskerfi landbúnaðarins. Að stuðningskerfi landbúnaðarins það hlýtur að verða að fara eftir því aðkveðunum að stefna í landbúnaðarstefnu. Ekki satt. Og eins tollvernd í landbúnaði hlýtur að vera eitthvað sem að þarf að vera í samræmi við landbúnaðarstefnu. Þess vegna er svo bráðnauðsynlegt að hafa þessa landbúnaðarstefnu og menn séu klárir á því hvert er að stefna og þetta er bara leiðir að markmiðum. Þá langar mér að spyrja, hver mun breyta stefnunni? Ef að svona bændur eru klofnir á milli þeirra sem að vilja breyta ykkur og þeirra sem að vilja halda í gamla kerfið. Það sama á þá líklega við stóru afurðastöðvarnar. Stjórnmálin, þau eru bara að taka upp eitthvað sem að virðist vera línan frá bændarsamtökum. Það er engin stjórnmálaflokkur með sjálfstæða matvælastefnu og landbúnaðarstefnu nema ég verða að taka fram að sósíalistar eru með það. En hinir flokkandi bara að taka upp eitthvað sem er halda að stóru bændarsamtökin séu að biðja um. Það er engin deigla í þessum málum nema meðal bænda sjálfra. Þannig ef að bændur koma sér ekki saman þetta, hvaðan á þessi stefna að koma? Og ég spyrja þig á þessu svið. Já, ég fæ að grípa þennan bolta aðeins. Ég er nú ekki alveg, á þess að ég ætla að vera að verja stefnu einstakra stjórnmálaflokka, þá er ég nú ekki sammála þessu. Það hefur til að mynda bara í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur margt gerst varðandi eignarhald á landi. Bara til að nefna eitt dæmi og alveg eins og Guðrún nefnir hérna áðan, þá eru þetta landnýting og landbúnaður og svo í rauninni umhverfismál og kolefnisbinding og annað slíkt. Þetta er allt saman bara sama máli í raun og veru. Þannig að það með ekki týna sér kannski í einhverju svona flokkspólitískri sílóumræðu hérna. Það þarf að horfa á þetta í stærra samhengi og þá kannski svipað eins og við ræddum síðast að við eigum ekki að vera að etja höfuðborgarsvæði á móti dreifbýli á Íslandi. Þetta snýst samkeppnishæfni landsins. Alveg eins eigum við ekki að etja stærri og minni framleiðendur saman. Það eru bara litlir framleiðendur á Íslandi í stóra samhenginu. Ég held að það sé orð hérna sem hefur ekki verið nefnt sem að skipta í rauninni mestu máli í þessu. Og það er orðið fæðuöryggi. Food security. Við verðum að vera tilbúin að svara spurningunni hvar ætlum við að fá mat ef að við getum ekki flutt inn aðföng eða flutt inn mat. Eða þá ef að segjum bara spákaupmennska á markaði eða stríð eða bráðar olíuverðshækkanir hafa mjög mikil áhrif á verð á fóðri og matvælum. Þetta er lykilatriði og í þessu samhengi held ég að þurfi bara að viðurkenna fyrir sjálfum sér að það eru 2 dýrategundir hérna á Íslandi, hross og sauðfé sem hafa lifað með þjóðinni og verið kjötframleiðandi, sauðfé með góðu, hrossið ekki alltaf vel séð, en það er úrvals kjötframleiðandi, mjög lágt kolefnisspor af þeirri framleiðslu og klárlega vanmetið í kjötsamhenginu. Svo skulum við ekki gleyma því að við eigum gríðarlega mikið af orku
sem hægt að sko byggja yfir og búa til gróðurhús og búa til miklu meira af grænmeti og bara ylrækt í stóra samhenginu, þá þörungar og margs konar tengingar innan slíkra ræktunar, nýta lífrænan úrgang sem fáránlegt orð, lífrænar auðlindir betur, og ég ætla að endurtaka það sem ég sagði síðast, það í rauninni ekki skynsamlegt að vera að dæla út í Faxaflóann skólpi frá mestu þéttingu byggðar Íslandssögunnar. Við ættum að vera að spyrja okkur spurningarnar hvernig ætlum við að nýta þetta, frekar heldur hvernig ætlum við að losna við þetta. Og á sama tíma þá algjörlega fáránlegt að við séum að selja 80% orkunnar sem við búum til hérna með sjálfbærum hætti í eina atvinnugrein, áliðnað, sem að gefa okkur tiltölulega lágt verð. Það algjörlega augljóst mál í mínum huga að það ætti að horfa mjög strategískt til þess að ekki niðurgreiða rafmagn til garðyrkju og ylræktar, heldur bara selja þá raforku á sanngjörnu verði og gleyma þessum fáránlegu flutningsgjöldum sem að menn einhvern veginn virðast hafa gripið úr lausu lofti. Ég hef allavega hvergi séð nein haldbær rök fyrir því hvers vegna flutningskostnaður til ylræktenda og annarra framleiðenda víða um land jafn hár og raun ber vitni. Ég ætla líka að fá að benda á það í samhengi landnýtingar að það fullt af bændum, Guðrún þeirra á meðal, sem búa til sitt eigið rafmagn. Þeir eru settir í þá stöðu að geta ekki selt næsta nágranna rafmagnið, þó það sé bara þó það væri bara einn hundur sem þyrfti að liggja á milli, vegna þess að lögin, aftur, eftirlits og svona stjórnsýslan, gerir þeim það ekki kleift. Þannig að það verður að horfa á þetta stærra samhengi, horfa á þetta út frá bara öryggissjónarmiðum Íslands, og ég held að það væri vel gert í rauninni að skilgreina bara einhvers konar lágmark, segjum bara í sauðfjárræktina, því að hún var til umræðu hérna áðan. Hvað þurfum við mikið? Eru það 3000 tonn eða hvaða nú af lambakjöti, bara til að við getum farið í gegnum kaldan vetur án þess að þurfa að flytja inn hérna aðföng. En sú ræktun, sú matvælaframleiðsla eins og Guðrún og Guðni kom inn á, hún þarf þá að byggja á íslenskum aðföngum eingöngu. Hún getur ekki byggt á því að flytja inn hingað 100.000 tonn af kjarnfóðri og 50.000 tonn af áburði. Hún verður að byggja á íslenskum aðföngum eingöngu. Ég held að það væri skynsamlegt að skilgreina allavega ákveðna svona hornsteina í stefnunni og þá einmitt eins og Guðrún segir, að finna leiðir að þeim markmiðum. Og ég spyrja Guðrúnu hérna, hver á að breyta landbúnaðarstefnunni? Hvernig gerist það? Hvar deglan og hvar vettvangurinn þar sem að ný landbúnaðarstefna sprettur fram úr? Sko ég held að hún þurfa að vera unnin af stefnumótunin bara fag sem að vera að vinna hjá mörgum fyrirtækjum, þar sem er verið að leiða saman og skoða mismunandi sjónarmið, og þessi stefna, hún á ekkert bara að þjóna hagsmunum bænda, hún á að þjóna hagsmunum þjóðarinnar í heild og einmitt eins og Sveinn voru að tala varðandi fæðuöryggi. Hvernig ætlum við að tryggja okkar fæðuöryggi til frambúðar? Við sjáum bara núna þegar við erum að eiga við koronaveiruna, sem bara í rauninni, hún ekki bara æfing fyrir framtíðina? Framtíðin ekki að fara að vera tómu dans á rósum. Ég meina, við þurfum að takast á við þessa framtíð sem hérna, og þar bíða fullt af áskorunum, eins og við vitum, held ég alveg. Þessi landbúnaðarstefna, hún þarf að vera unnin í samtali neytenda, stjórnvalda og bænda, og þá vil ég taka fram að stjórnvöld og bændur eru líka neytendur. Við erum öll neytendur. Og við þurfum einhvern veginn að hugsa þetta út frá því að hvernig komumst við sem best til framtíðar, hvernig tryggjum við afkomu okkar sem best til framtíðar, þannig að við séum að á sem sjálfbærastan og ábyrgastan hátt að geta bara lifað af það sem við þurfum að takast á við.
En hvað fyrir þetta fram, landbúnaðarstefna hingað til hefur verið samningaviðræðarnir í ráðuneyti og milli bændasamtakanna og kerfisins, stjórnsýslunnar. Ertu að tala að eigum við að opna umræðina, hafa þjóðfundum matvælastefnu, hvað er þessi vettvangur þar sem bændur, neytendur og bara þjóðin hittist og talar með einhverjum heilbrigðum hætti matvælastefnu og landbúnað? KPMG var fengið til að vinna sviðsmyndir íslenska landbúnað og í framhaldi af því hugmyndir á næstu skrefum þar sem er rauninni talað mikilvægi landbúnaðarstefnu, mikilvægi nýsköpunar og vöruþróunar og mikilvægi menntunar til framtíðar í landbúnaði til að takast á við hvað það svo sem við komum til með að þurfa að takast á við. Og ég held í rauninni með heilbrigðri skynsemi og samtali og með því að setja sér þessi markmið að bara hvernig ætlum við sem þjóð að takast á við framtíðina, hvað varðar matvæli og loftslagsmál og hvað það að þá þetta stefna sem við eigum að móta og getum mótað og það er ekki búið til eitthvað eitt plagg sem er óbreytanlegt. Ég meina stefnumótun þarf að vera lifandi og stefna þarf að vera lifandi bara til að geta tekist á við þær breytingar sem verða á umhverfinu því að umhverfið geta hægt að breytast. En ég held að í rauninni snúist þetta bara pínum að byrja og leita leiða og horfa alltaf á tækifærin sem við höfum og áskorunir samhliða og reyna að finna þessa bestu leið fyrir okkur öll. Ég að spyrja hvaða vettvangur þetta vegna þess að ég búið hérna, ég að vera 60 og síðasti búvörusamningur, hann kom bara allt í einu inn á þing einhvern veginn og þurfti að samþykkja hann í kvelli. Það er ekki nokkur maður nema bara einhver sem var í ráðuneytunum eða djúpt inn í bændahöllinni sem að vissi að hann var á leiðinni eða hvaða álitamál lágu þar á borðinu og af hverju þessu niðurstaða kom. Ég kannast ekki við að opna breiða vettvang umræðu. Ég má að skrýpa orðið hérna, nú ertu aftur svolítið að vitna til fortíðarinnar. Þetta auðvitað pólitík. Pólitík og policy, þetta bara sama orðið. Þetta er viðfangsefni stjórnmálana. Nú verið að leggja vinnu í landbúnaðarstefnu. Hún að sjálfsögðu unnin í einhvers konar hópi, en ég held að flest allir geti bara aflað sér upplýsinga tengiliði, því tengt, gerir ráð fyrir að verði einhvers konar opið samráð, tengt þessari vinnu. Umræða eins og við eigum í dag hlýtur þetta bara að koma inn í þetta meðal annars. Gerir ráð fyrir því að þessi nefnd sé bara að horfa á þessa útsendingu, bara fastlega. Og þá bara í því ljósi ætla ég að minna á það sem við byrjuðum kannski að ræða þess. Það þessi heilbrigðiskostnaður. Landbúnaðarstefna dagsins í dag og morgundagsins mun hafa mjög mikil áhrif á heilbrigðiskostnað samfélagsins. Það sá kostnaður sem augljóslega að vaxa úr öllum böndum. Þetta getur ekki verið viðgerðarkerfi til eilífðar. Við verðum að fara með bílinn á verkstæði áður en hann bilar. Og það verkstæði felst í því að fá smurningu í góðum mat, hreyfa okkur og bara ástunda eðlilegt heilbrigt líferni. Þannig að ég ætla að vona sem flestir sé allavega út að skokka með að hlusta á þessu útsendingu. Guðni, má ég enda hjá þér? Hefur þú, ég líka reyna því að þú með barnið þitt þarna, ég reyna að ná því í mynd. Nei. Ægilega lítið. Mótmæli. Ég ætla að spyrja hvort að þú hefur trúað því að á nýrri landbúnaðarstefnu að það breyting þar. En kannski næsta kynslóð bænda ekki tilbúin að leyfa að svara því. Ég googlaði hérna með vorum að tala svo veist, að því að ríkisstjórnin hefur lagt af stað í mótun landbúnaðarstefnu og ég ætla ekki að vera of hæðin en annar sem að leiðir þá vinnu Björn Bjarnason og ég vitnaði áðan að ég væri búin að búa hérna lengi, verið búin að vera hérna í 60 ár
ég ekki mikla trú á því að það farið fram svona róttæk endurskoðun á einu en einu þar sem að hann fengið til þess að stýra. Ég held að það sé gert til þess að þeir á ekki að breyta neinu. Ja, menn getur nú breyst, Gunnar, þú þekkir það nú. Menn getur farið yfir í sósíalismann. Það er allir möguleikar opnir. Nei. Og þarna náttúrulega inni sko íhaldsflokkarnir í landbúnaðarmálum, þarna Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokkurinn. Það er bara þannig. En ég var heldur ekkert að tala einhvern veginn, ég var ekki að gagnrýna flokkana, ég var eiginlega bara að spurja, hvar svona þetta breiða samtal færi fram, sko. Reyndar gefa bændurnir út frábært blað sem Bændablaðið, sem þrungið af umræðum landbúnaðarmál og það víða tekið og víða lesið. En svona í almennurum fjölmiðlum og svona þá eiginlega aldrei rætt landbúnaðarmál og alveg sama hvað við erum að tala hérna að þetta sé mikilvægt í sambandi við fæðuöryggi og breytingar í heiminum og öðru slíku, þá sko sess umræðum landbúnaðarmál í almennu umræðu mjög lágur og margir stjórnmálaflokkar geta bara verið á þingi og þess að var nokkurn áhuga á landbúnaðarmálum. Ég man til þess að þeirra búvörusamningurinn sem ég nefndi áðan kom til afgreiðslu á þingi, þá sátu Píratar frá vegna þess að sögðust ekki hafa sett sig inn í þetta og það voru bara landbúnaðarstefna, sko, sem að þeir töldu sig ekki geta sett sig inn í það. Við vitum það að Viðreisn meira og minna með svona bara innflutning á landbúnaðarvörum og innflutning á kjöti. Það stefna sem að Samfylkingin hefur lengi verið, en það eru flokkar inni sem bara leyfa sér að vera á þingi án þess að hafa stefnu í landbúnaðarmálum. Þannig að það ekki alveg þannig að ég sé eitthvað of neikvæður í þessu. Sumilegt ég bara að lýsa raunveruleikanum og hver staða landbúnaðarumræðunnar og til þess að ná henni á eitthvað skrið að það verði eitthvað landbúnaðar og matvælastefna á Íslandi sem að þjónar bændum, þannig að þið geti lifað sómarsömu lífi við það og þjónar neytendum og þjóðarsamfélaginu öllu, þá þurfum við náttúrulega að hafa breiðari samstöðu. Ég ætla ekki að tala svona lengi í lokin, en þetta eiginlega svona lokaorð. Ég eiginlega réttlæta að okkur við erum með hittast að ræða landbúnað og réttlæta það að ég ætla að segja að reyna að halda þessu áfram, að reyna að halda áfram umræðu landbúnaðarmál og fá hingað fólk svona innan 10 daga til þess að gera 3. þáttinn. Ég bendi fólki á að þið geti nálgast þennan þáttinn á síðu samstöðarinnar bæði á Facebook og á YouTube. Það eru líka aðrir þættir og meðal annars fyrri þáttur landbúnaðarmálin. Ég þakka gestum mínum í kvöld kærlega fyrir, bændunum Guðnýju Harðardóttur og næstu kynslóð sem koma aðeins inn í þáttinn og heilsaði okkur, og Guðrúnu Sigríði Tryggvadóttur og Hafliða Halldórssyni sem situr í bændahöllinni, hann matreiðslumeistari en starfar fyrir sauðfjárbændur, og Sveinn Margeirsson, sveitarstjóri Skútustaðahrepps og fyrrverandi forstjóri Matís. Á Samstöðinni á morgun dagskrá, það verður þátturinn Kona með höfuð sem klukkan 8, fjallar feminisma og heiminn út frá sjónarhóli hans. Ég verð hérna aftur klukkan 8 annað kvöld, þá verða hagfræðingarnir 3 sem hafa komið oft til mín og við munum kryfja efnahagsmálin og stöðuna á þessari kreppu. Og svo kvöldið verður kaffistofan sem þáttur verkalýðsmál, þar sem að Katrín Baldursdóttir mun ræða við ungt fólk á vinnumarkaði stöðu þeirra. En ég þakka ykkur aftur gestum mínum kærlega fyrir og ykkur sem að stöldruðu við og hlustum á okkur og þakka fyrir ykkur.